góðsögur. Við erum hér komin saman í dag til þess að kveðja Sigrúnu Jónsdóttur. Sigrún var góð og hjartahlý kona sem margir báru hlýhug til. Þó dauðinn kallar okkur saman í dag minnumst við henni lífsins. Við rifjum upp minningar og stundirnar sem hún gaf okkur. Ég votta ykkur öllu samúð mína og bið þess að orð frelsarans sé yfir upprisun og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi, megi verið huggun í sorginni. En við skulum hefja þessa athöfn með signingu og bæn. Í nafni Guðs Föður og Sonar og Heilags Anda. Amen. Látum oss biðja. Himneski Faðir, þú sem reistir son þig frá dauðum, hjálpa oss að syrgja ekki eins og þeir sem ekki hafa von. En hjálpa oss að sigrast á óttanum við dauðan í öruggri von upprisun og eilíft líf. Lát oss vera minnur þess að þú telur daga vora, svo vel við öðlast vitust hjarta fyrir trúna á Jesú Kristi. Blessa oss þessa stund í helgidómi þínum og lát oss finna huggun og styrk fyrir samfélagi við þig og þinn blessaða son Jesú Krist. Við biðjum í nafni hans. Amen. Þú virðist alltaf
reyndar postulinn. Ég sá nýjan himinn og nýja jörð, til hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framar til. Og ég sá borgina helgu nýja Jerúsalem, stíga niður henni frá Guði búna sem brúði skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu sagði: sjá tjaldbúð Guðs meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim. Þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðinn mun ekki framar til vera. Hvorki harmur, né vein, né kvöl framar til. Hið fyrra farið. Og sá sem í hásætinu sagði: sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Þannig hljóðaði heilaga orð. Amen. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Amen.
Góðsystkini, við kveðjum í dag Sigrúnu Jónsdóttur. Við ættingjar hennar og vinir erum saman komin hér í Ísafjarðarkirkju til að minnast hennar og kveðja. Minningar okkar Sigrúnu eru fjölbreyttar, hlýjar, fyndnar, stundum sárar en alltaf dýrmætar. Minningarnar eru líka ólíkar. Minningar af ömmu, tengdamömmu, systur, frænku, vinkonu, nágranna. Hluti af sorginni felst einmitt í því að rifja þetta allt upp. Því að með minningunum höldum við áfram tengingu við þá sem farnir eru. Dauðinn gefur okkur gjarnan í okkur skjöldum, jafnvel þó við höfum vitað í hvað stefndi. Í sorginni bið ég ykkur hafa hugfast að aðskilnaður okkar er aðeins tímabundinn. Ástvinir okkar lifa áfram í minningunni og í hendi Guðs. Sigrún er nú farin heim til skapara síns, eins og okkur öllum er ætlað að gera. Sigrún var kona með stórt hjarta og góða nærveru sem vildi fólkinu sínu og öllum öðrum vel. Stórt hjarta er ekki eitthvað sem mælist í metrum eða kílóum.
hvernig manneskja mætir öðrum. Sigrún mætti öllum með virðingu. Hún sýndi mildi þar sem aðrir hefðu dæmt. Gaf þegar hún átti sjálf lítið og brosti, líka þegar dagarnir voru erfiðir. Það kannski það sem skilgreinir fólk með stórt hjarta. Það geta hugsað til annarra, líka þegar maður hefur nóg með sjálfa sig. Hjá Sigrúnu var alltaf stutt í hláturinn. Lífsbaráttan hennar var oft hörð og hún reyndi alltaf að bera sig vel, jafnvel þegar á móti blés, og gaf sína nánustu það besta sem hún gat. Þó líf hennar væri ekki alltaf auðvelt, var það litríkt, fullt af lífsgleði og kærleik sem hún miðlaði áfram til barna sinna og barnabarna. Sigrún var fædd í Reykjavík þann 4. desember 1950. Foreldrar hennar voru Ingibjörg Albertsdóttir og Jón Árni Árnason. Sigrún var elst barna þeirra en hún átti 5 hálfsystkini. Hálfsystkini hennar samhæðra voru Ólafur Fjellsteð, Sæmunda Fjellsteð sem látin, Númi Fjellsteð og Hinrik Fjellsteð. Samfeðra var Hjördís Petra Jónsdóttir. Fyrstu æviárin bjó Sigrún hjá ömmu sinni og afa í húsi sem stóð Hnífsdalsveg og var nefnt Kot. Hún flutti síðan til föður síns á Akureyri þar sem hún bjó til 16 ára aldurs, en þá flutti hún til Reykjavíkur. Fljótlega eftir það flutti hún aftur hingað að Ísafjörð og fór að búa með fyrirmanni sínum, Þórði Þórðarsyni, og eignuðust þau saman 2 börn. Jónína Eyja er fædd 1968. Eiginmaður hennar er Björn Björnsson, þeir eiga 7 börn og 15 barnabörn. Jón Árni er fæddur 1969. Kona hans er Þórdís Jónsdóttir, þeir eiga 1 son og 1 barnabarn. Sigrún og Þórður slitu samvistir 1970. Sigrún eignaðist Vilborgu Ásu Bjarnadóttur árið 1971. Eiginmaður hennar er Valur Sæþór Valgeirsson og þau eiga 4 börn og 6 barnabörn. Árið 1973 eignaðist Sigrún Bjarna Frey Guðmundsson. Eiginkona hans er Kristína Guðmundsdóttir og eiga þau 4 börn og 6 barnabörn. Bernhard Þór Kristjánsson er fæddur 1976. Hans kona er Sigurborg Möller. Þau eiga 6 börn og 2 barnabörn. Árið 1977 kynntist Sigrún seinni manni sínum, Sigurði Gunnarsyni, sem jafnan var kallaður Lelli. En hann lést árið 2016. Sigrún og Lelli eignuðust saman 5 börn, en fyrir átti Lelli soninn Róbert Rúnar. Kona hans er Guðrún Baldursdóttir og eiga þau 2 börn og 1 barnabarn. Elstur barna þeirra Sigrúnar og Lella var Óskar Andri, fæddur 1979. Óskar lést í bílslysi árið 2004. Hann lét eftir sig 1 dóttur. Sindri Már, fæddur 1984, Hanna Pósinni. Ómar Örn, fæddur 1986. Eiginkona hans er Dagný Finnbjörnsdóttir og þau eiga 3 börn. Yngst er Aldís Eid, fædd 1993, hún á 2 börn. Sigrún og Lelli bjuggu í Hnífsdal og Ísafirði. Snemma á 9. áratugnum eignuðust þau sumarbústað í Dagverðardal sem þau áttu í 2 ár. Það var gott að vera veðursælt og börnin minnast þess að hafa verið að leika sér úti allan daginn. Á stóru og barmörgu heimili var eins og gefur að skilja líf og fjör. En það var líka
Vinir og ættingjar voru alltaf velkomnir. Sigrún var líka vinabörn. Hún átti margar vinkonur á svipuðum aldri sem voru með börn. Og þær komu gjarnan í kaffi eða þá hún fór til þeirra. Vinsæld, hjálpsemi og hlýja einkenndu Sigrúnu. Hún hafði góða nærveru og það var stutt í hláturinn. Börn hennar minnast þess að hún var alla tíð blíð og góð móðir og ákaflega góð í að hlusta. Vinir barnanna hændust mjög að henni og allir fundu hvað þeir voru velkomnir. En því að Sigrúnar var ekki bara bundin við mannfólki, því að hún var líka mikill dýravinur. Hundar voru þar mestu uppáhaldi og það var yfirleitt hundur á heimilinu. Það var eins og gefur að skilja mikil vinna hjá Sigrúnu með stórt og barnmargt heimili, en Sigrún var dugleg. Hún vann ýmsa vinnu um ævina, bæði í frystihúsi og í rækjuvinnslu, var gott á sjó og seinna starfaði hún við heimaþjónustu. Þó að tíminn sem Sigrún hefði fyrir sjálfa sig væri ekki alltaf ekki, átti hún ýmis áhugamál sem hún reyndi að sinna. Tónlist og söngur voru þar á meðal. Hún hafði gaman að hlusta á tónlist og hafði breiðan tónlistarspekk, allt frá ljúfum píanótónum Richard Clayderman til þungarokks eins og AC/DC og Iron Maiden. Sigrún hlustaði mikið á tónlist í útvarpinu og svo komst hún náttúrulega ekki hjá því að hlusta á það sem að börnin hennar var að hlusta á. Og þannig aðlagðist hún nýrri tónlist og lærði að lokum að meta hana. Sigrún var listræn í hjarta og hún fékk útrás fyrir það meðal annars í handavinnu. Hún heklaði töluvert og gerði útsöpsmyndir. Hún hnýtti blómahengi og meira segja heilt símaborð. Seinni árin fór hún líka að prjóna. Hún gerði keramikstyttur sem hún málaði. Hún hafði yndi af að smyrna og gerði meðal annars veggmyndir og púða. Jólin voru uppáhaldstími Sigrúnar og hún var mikil jólabarn. Á heimili hennar var oft mikil gleði og eftirvænting þegar jólin nálguðust. Fjölskyldan sameinaðist á við að skera laufabrauð og alltaf bakaði Sigrún kynstrinu öll af kökum fyrir jólin. Og þær þurfti að sjálfsögðu að fela öllja á svo barnmörgu heimili. Síðustu árin voru Sigrún oft erfið. Hún fór í hjávitaaðgerð árið 2008 og eftir það fer að bera heilsuleysi hjá henni. Ekki var vitað hvað hrjáði hana. Hún reyndi að bera sig vel og beið eftir svörum sem kom ekki. En þrátt fyrir að lífið leiði Sigrún ýmislegt að herðar, reyndi hún alltaf að starta upp aftur og halda í lífsgleðina. Síðustu æviárin voru Sigrún og Aldísi dóttir hennar mikið saman og brölluðu ýmislegt. Það mæðgur fóru til Torrevieja á Spáni 2019, þar sem þær tóku þá skyndiákvörðun að fá sér eins húsflúr, 2 fíla sem rita undir Mamman og Ververkið, sem Sigrún hafði skrifað, en hún hafði mjög fallega rithöfund. Þær mæðgur gerðu ýmislegt fleira saman, eins og að fara á böll og tónleika. Síðastliðin ár var Sigrún töluvert á spítala. Fyrir 4 árum veiktist hún mikið og var vart hugað líf. En eftir þau veikindi kom hún tilbaka með nýjan lífsvilja þrátt fyrir skemmta hreyfingin. Í framhaldinu var hún dugleg að sækja sjúkraþjálfun og átti 2 góð ár eftir það. Sigrún flutti á hjúkrunarheimili Eyri nú í júní. Skömmu eftir flutninginn hrakaði heilsu hennar og lést hún í fari ástvina sinna á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða þann 15. júlí síðastliðinn. Sigrún nú hjá Guði og nýtur samvistar við Óskar og aðra
ástvinni sem á undan fóru. Hún hvílir í hendi Guðs, eftir standa ástvinni Sigrúnu með sorg í hjarta. Ég bið þess að þau eins og Sigrún finni verið nálægð Guðs og fái þann frið sem engin megnar frá oss að taka. Sá friður felst í því að vita að það er eitt sem að allir bregst okkur og það er frelsarinn Jesú Kristus sem tók okkur í fam sín í heilagri skírn og sleppir okkur aldrei hvað sem á dynur. Í örnum hans fáum við hvíld og Guð mun þerra af augum okkar sérhvert ár. Frelsarinn Jesú Kristus hefur tekið Sigrún í fam sín. Hann sem ræður yfir líf og dauða, hann sem segir, ég lifi og þér munu lifa. Hér í Ísafjarðarkirkju í dag gátu ekki allir verið viðstaddir. Ég flyt fjölskyldunni nokkrar kvæður. Ástrós, Þóra, Magnús og börn þeirra erlendis og senda kærar kvæður. Helga Benjamínsdóttir og fjölskylda í Sandgerði senda kvæði. Ólafur Ruth Fjellsteð, systurdóttir Sigrúnar og fjölskylda hennar senda kærar samúðkveðjur til fjölskyldunnar frá Danmörku. Sóley Valdimarsdóttir sendir eftirfarandi kveðju. Elsku Bjarni, Kristjana og fjölskylda, ég sendi ykkur mína dýrstu samúðkveðjur. Hugur minn er hjá ykkur og megi góðar minningar ylja ókomna tíð. Sendum börnum, barnabörnum og þeim aðstandendur Sigrúnar okkar dýpstu samúðkveðjur. Hugur okkar dvelur hjá ykkur og við yljum okkur við góðar minningar. Kveðja, Inga, Jóhann og fjölskylda Neskaupstað. Þórður Andri biður í kveðju, því lengt að geta ekki komið. Almar Bjarki sendir hugulega kveðjur til allra. Einar Andri sendir innilega kveðjur. Guðbjartur Ólafsson sendir sína bestu kveðjur. Sævar Gunnar Ólafsson og fjölskyldi Álaborg í Danmörku senda kærar kveðjur. Kæri vinir, þegar athöfninni hér í Ísafjarðarkirkju er lokið verður kista Sigrúnar borin fram og sett á búka. Þar getum við syngt yfir kistuna. Þar hafa börnin líka tækifæri til þess að kveðja, til dæmis með því að teikna hjarta kross á kistuna og það verður litið frammi. Kista Sigrúnar verður síðan flutt í Reykjavíkur þar sem hún verður brennd og aska hennar lögð í hvílu síðar í Réttarhaldskirkjugarði í Engidal hjá Óskari og Lella. Fjölskylda Sigrúnar vill koma framfæri í þökkum fyrir auðsýnda samúð og innanhug og býður okkur öllum athöfnlokinni til erfidrykkju í félagsheimilinu í Hnífsdal. Að lokum vil ég biðja almáttugan að styrkja og styðja fjölskyldu og vini Sigrúnar í sorg sinni. Honum sé heil og dýrð aldir alda. Amen. Hver
miskunnað oss. Guð sonur og lausnari heimsins, miskunnað oss. Drottinn Guð, heilagi andi, miskunnað oss. Nú lærðu þú drög drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því augum mín hafa séð hjálpræði þitt sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, og ljós til opinberunar heilingjum og til vegsemdar líf þín. Amen. Látum oss biðja. Við þökkum þér, himneski Faðir, að við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar sorgin þjarmar. Heyr bænir vorar þegar við biðjum blessun til handa Sigrúnu Jónsdóttur, systur vorri, sem við felum þér. Í trú á þig höfum við stigið yfir frá dauðanum til lífsins. Styrk þá sem hér kveðja og veitið leiðsögn á komandi tíma, uns við sömumst öll frammi fyrir þér. Heyr þær bænir í Jesú nafni. Amen. Allar bænir vorar felum við þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt oss og biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldurum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Það má svo sem vera að
Lofaðu sé Guð og Faðir drottins Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfært oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði: ég er upprisun af lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin. Af jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprisa. Veit henni Drottinn þín eilífu hvíld og láti þitt eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli í þínum friði. Amen.
Rísi á fætur og taki mót blessun. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Ands.